Fyrstu viðmælendur mínir í föstudagsþættinum að þessu sinni eru hingað komnir til þess að segja mér og okkur frá merkilegu átaki því að þann 25. nóvember hefst 16 daga átak gegn kynbundnu ofbeldi í heiminum stendur til 10. des sem alþjóðlegi mannréttindadagurinn og hingað til mín eru komnar þær Elín Sif Sigurjónsdóttir frá SOR Optimistum og Þóra Ákadóttir fyrir hönd tveggja Santa-klúbba. Verið velkomnar stúlkur. Og takk fyrir að koma og vekja athygli á þessu verðuga málefni og verkefni. Þetta nú ekki í fyrsta sinn sem að þetta átak fer fram, en nú þetta dálítið öðruvísi áherslur, ekki satt? Jú, og ég byrja að segja kannski að sagan kannski nær til nokkur ára, að þá hafa Santa-klúbbarnir og núna eru SOR Optimistar komna með okkur í þetta átak síðustu ár að standa fyrir kyndlagöngu. Og hún fólst í því að við gengum með kyndla frá kirkjunni niður á Ráðhústorg en í fyrra breyttum við til og gengum frá Ráðhústorgi upp að kirkju og áttum svo notalega stund í kirkjunni þar sem lesið var upp eðli þessa dags eða daga átaksins og konur sungu svolítið saman. Já, en annars heldum við smá svona ræðu á Ráðhústorgi. Þannig að það sem sagt, já, við getum alveg rakið þetta til nokkuð margra ára. Já, en núna í ár náttúrulega bæði og einmitt kannski tengist faraldrinum mjög beint að bæði ekki hægt að koma saman á sama hátt. En það náttúrulega hefur líka með áherslurnar í átakinu í ár að gera að faraldurinn tengist þeim beint, ekki satt? Jú. Í ár beinast þetta áhrifum COVID-19 einmitt. Og þeirri staðreynd að til dæmis heimilisofbeldi hefur aukist mikið. Já, fólk meira heima og þetta er alls konar, og það getur haft alls konar ófyrirséðar afleiðingar. Það skelfilega og það náttúrulega kannski eins og þessi dagur sem er 25. nóvember sem er þá alþjóðlegu baráttudagur gegn eða ofbeldi kvenna. Já. Og en það er ekki þar með að sagt að karlar líði ekki líka ofbeldi en konur og ungar stúlkur verða meira fyrir því að það er sem sagt Sameinuðu þjóðirnar sem hafa staðið fyrir þessu til margra 20 ára að minna á þetta og minna þjóðir heims á að halda þessum degi á lofti og tengja eins og þú sagðir í byrjun þá við þennan mannréttindadag sem er 10. desember. Já. Einmitt. Þannig að já, þetta er svo að Og Sameinuðu þjóðirnar segja það beinlínis er það ekki að leggja það til við ríkisstjórnir að í viðbragðsáætlunum gagnvart COVID að þá sé sérstaklega hugað að þessu, að heimilisofbeldi og kynbundnu ofbeldi. Jú, það er sem sagt leggja ríka áherslu við ríkisstjórnar heims sem þú segir að þær eða skora raunar á þessa ríkisstjórnir heims í heiminum að beita sér fyrir aðgerðum því að þetta ástand náttúrulega sem hefur skapast í COVID er skelfilt eins og við vitum að þegar að sérstaklega konur, við verðum bara að halda því á lofti að þær hafa meira verið lokaðar af og jável þurft að láta vinnu sinni til þess að sinna búi og börnum en búa þá kannski við það að karlinn er líka heima og hefur þannig tækifæri til þess að lúskra á þeim sem er skelfilegt fyrir heimilið og þetta eins og segir þetta hefur aukist alveg gífurlega ef við tökum nú bara hér á landi. Já, og náttúrulega og heilt yfir það eru ótrúlegar staðreyndir tengdar þessum tölur og svona sem maður hefur verið að sjá og heyra. Þú varst nú með einhverjar tölur ekki bara... Jú, þetta eru bara, já, margar sorglega tölur og það er að til dæmis þetta 35% kvenna í heiminum, það er koma til með að hafa upplifað ofbeldi og lífsleiðinni. Já. Og sumum svæðum þá er þetta alveg 7 af hverju 10 konum. Sem skuggalegt alveg. Já. Og er ekki talað að það er á Íslandi séð að mögulega rannsóknir þetta er talað 3. hver kona og í Íslandi þá sé þetta 4. hver kona sem verður fyrir einhvern tímann á lífsleiðinni. Já.
það ekki manni ótrúlega tölur. Já, og það er bara svo margt og þetta eins og bara 250 milljónir kvenna eru giftar fyrir 15 ára aldur. Já. Og 600 milljónir kvenna búa á svæðum þar sem að heimilisofbeldi er ekki bannað. Nei, einmitt. Það er engin viðurlög við því. Nei. Man gerir sér svolítið kannski ekki grein fyrir þegar maður fer að rýna í þessar tölur. Alveg svo við segjum þessar barnagiftingar sem nú eitt af áherslumálum þessara klúbba sem að standa að beittum hag kvenna. Að það eru giftingar margra stúlkna á sekúndu fresti. Og maður getur alltaf bara ímynda sér þetta, náttúrulega í þessu litla landi sem við búum. Nei. Bara, einmitt, þetta eru svo stórar tölur að hausinn nær alla utanum það. Já. Og það er til dæmis, það er bara alltaf 50% af konur sem verða fyrir kynferðislega ofbeldi, það gerist á hann að vera 16 ára. Já, einmitt, hugsa sér. Og segið mér nú samt frá þessum regnhlífum hérna, því að það setja nú heldur betur svipsinn á settið hérna. Það er mikil merking á bakvið þær líka tengt þessu átaki. Jú, appelsínugulu liturinn, hann þýðir þess að vonum bjartari framtíð. Og það að hafa þessa regnhlíf þar sem að konur, jável sem hafa orðið fyrir ofbeldi, standa saman, þá er þetta vörn gegn þess að líkamlegu, andlegu og tilfinningalegu ofbeldi. Þannig að þetta er svona merki það. Já. Og þess vegna að því við tölum núna þennan appelsínugula lit, að þá ætlum við og erum búin að hafa samband við nokkra stofnanir Akureyrarbæjar og Minjasafni, Menntaskólann og Ráðhúsið og fleiri staðir sem alltaf lýsa núna upp húsin með appelsínugulum lit og við erum afar þakkláttar hvað aðilar tóku vel í þetta efni að geta minnst á þetta. Og átaki felur þá líka í sér að klúbbarnir eru að skora á stjórnvöld, er það ekki að bregðast við þessu ákalli Sameinuðu þjóðanna? Jú, við tökum svolítið undir þetta áskorun Sameinuðu þjóðanna, grípum það á lofti. Já. Og skorum sem sagt á íslenskt stjórnvöld að stenda skilaboð út í samfélagið að samfélagið líði ekki ofbeldi og komi verið í veg fyrir og brugðist við þessu ofbeldi samkvæmt lögum Sameinuðu þjóðanna. Já. Eða tillögum, skulum við segja ekki lögum. Því að tryggja það frelsi kvenna í þýðingarmikill hluti af því sem við sem samfélag getum unnið út úr þeim alvarlegu aðstæðum sem COVID aðstæðunar hafa skapað okkur. Einmitt. Sem eru auðvitað heilsufarslega, fjárhagslega og allavega þegar sá pakki. Já, alls konar. Já. En hljóta að vera vonbrigði samt að geta ekki komið saman eins og undanfarin ár í gönguna, eða verður hún nokkuð eins og í þessu árferði? Nei, við þurfum að sýna ábyrgð. Já. Hlýða. Já, eins og allir, það er bara þannig, en þá bara er að bregðast við með öðrum hætti og þið eru sannarlega að gera þá, ég meina það eins og bara það lýsa upp þessar byggingar og alls konar það. Já, og þakklátt að vera að fá að koma hérna til þess að við athygli á þessu og við munum halda ótrúðar áfram. Já. Og vonum þá að fólk komi með okkur í gönguna. Já, þegar það að ári. Já, ekki spurning. Allir bólusettir og fínir. Já, ég er ekki nokkrum vafa það, bara ég óska ykkur allsins besta með þetta frábæra og verðuga verkefni að vekja athygli á þessu mikilvæga málaflokki. Bara þakka ykkur kærlega fyrir að koma í þáttinn og segja okkur frá þessu. Takk fyrir okkur. Takk.